þú sé klippuna hérna Stefaninari þegar hann segir að prófum að setja 400 hælisleitendur hliðan á Kaffi Vest, það myndi aldrei fljúga. Við erum með þetta mál í Grensás, þar sem að fólk sem að glímir við eiturlyfja vanda er að næra sig og það er verið að fer allt í háaloft. Ef þetta er í Úlfarsárdal eða í einhverjum öðrum stöðum þar sem bara fólk hefur ekki mikið pólitískt kapital, þá vitum við alveg að það verður frekar þar og það fer ekki jafn mikið í fréttina. Þú ert pínu sammála mér. Nei, sko, þú ert að búa til assumptions annað, sko. Er þetta alveg úr lausu lofti gripið? Er þetta að segja að pólitískt kapital í íslensku samfélagi hafi ekki áhrif á það hvernig umhverfi viðkomandi svona stéttar hafi á Íslandi? Sko, flest þessi úrræði hinga til, hvort sem þau eru smáhýsin fyrir heimilislausa eða þú veist, gistiskýlin. Þetta eru oftast í miðbæ eða Laugardal. Þú ert að Granda? Já, út að Granda, sem ég veist reyndar ekki dvoðalega svona visslegt eins og það var, sko. En það eru úrræði sem hafa heppnast mjög vel, þessi smáhýsi. Í flestum borgum er þetta tildulega í miðjunni. Ég var að vinna á svona heimili sem svona samhjálpar matarstofu í Stokkólmi og það er í kirkju inn í miðborginni, er inn á Södermalm og þetta er svona nokkar miðborgir og það er bara við hliðina á skóli og það er sko veitingastaðir og fullt af fólki sem býr. Það er bara orðið vant þessu. Ég skil mjög vel og ég myndi að þekki eitt sem er með starfsemi rétt hjá á Grensásveginum og hefur miklar áhyggjur, búin að byggja upp business í 17 ár og hefur bara gríðarlega áhyggjur að hann bara fara á hausinn eða þetta myndi hafa slæm áhrif á reksturinn. Þetta skilja þetta, en þetta eru fordómar. Það er sko, allt er það. Þú veist, eina sem ég myndi kannski setja út á, Reykjavíkborg er náttúrulega bara að gefa leyfi fyrir að þarna má vera matarstarfsemi. Það er sem Reykjavík, það er þeirra aðkoma málinu. En mér finnst að vera, allt á einum stað. Fólk kemur þarna á bílum eða skuttla þarna og þetta eru rosalega margir matarskammtar á dag. Þar sem ég var að vinna í Stokkólmi, þá var þetta miklu færri og í styttri tíma. Ég myndi kannski vilja skoða það betur. En ég skil alveg hvað þetta meina, fólk er alltaf hrætt við eitthvað nýtt. Þannig að ef þú segir svo að þetta er þið sett beint fyrir framann, ég meina það er það sem að pósthúsþjónusta var áður, bara beint fyrir framann Kaffi Vest. Já. Þú ert náttúrulega rekstrarmaður þar. Myndir þú ekki hafa neitt um það að segja ef að þessi þjónusta skildi vera í því húsnæði og heldur að myndi ekki hafa nein áhrif á þinn rekstur? Sko, það eru sambýli fyrir geðsjúka í... En ég er að tala um bara þessi þjónusta sem er núna í Grensás, samhjálp, myndi vera færð í gamla pósthúsið, myndi það ekki hafa nein áhrif á þinn rekstur og þú myndir ekki hafa neitt það að segja? Ég veit það, ég hefði ekkert um það að segja. Þú veist, sumt þarf að grendarkynna. Ef það væri þarna leyfi til þess að vera með veitingastað í húsinu á móti, sem háskólinn rekur núna. Og það ætti að fara að koma með heimilislausa eða einhverja hópa í samfélaginu. Ég vona svo sannarlega að ég væri mjög jákvæður fyrir því. Ég vil trúa að ég sé mjög jákvæður fyrir því. Og ég hef smá reynslu og ég hef unnið á stað í Stokkólmi þar sem voru veitingarekstur allstaðir í kring og þetta var bara að integrera í samfélagið. Þú veist, það eigi ekki vera svo mikil vandamál í kringum þetta. En það þarf náttúrulega að passa upp á það. Það kannski þarf að vera eitthvað vörður eða eitthvað til að byrja með, sko.